Stórfellt gáleysi og lögbrot Tómasar Guðbjartssonar skurðlæknis leiddi með beinum hætti til andláts Andemariams Beyeni í plastbarkamálinu. Héraðsdómur dæmdi ríkið skaðabótaskylt gagnvart fjölskyldu mannsins í dag. Svikabrigsl og ásakanir trúnaðarbrest fljúga í Hafnarfirði eftir að Sjálfstæðisflokkurinn sleit meirihlutaviðræðum við Framsóknarflokkinn sólarhring eftir að þær hófust. Enginn vill nú vinna með Framsókn. Vilhjálmur Árnason var í dag kynntur sem nýr bæjarstjóri í Reykjanesbæ og í fyrsta sinn í 16 ár mun bæjarstjórinn á Akureyri koma úr röðum kjörinna fulltrúa. Berglind Ósk Guðmundsdóttir sest í stólinn. Mögulegt að Bandaríkjaforseti grípi til hernaðaraðgerða gegn Kúbu að mati sérfræðings, enda hafi hann ýjað því vikum saman. Bandaríkin ákærðu fyrrverandi forseta Kúbu í gær í máli sem 30 ára gamalt. Mikil sprenging í malarnámi tók á móti forsetahjónunum þegar þau heimsóttu Laugaland í dag. Leikskólabörnin á staðnum voru ekki á einu máli hvort þau vildu verða forseti þegar þau yrðu stór. Komiði sæl. Íslenska ríkið bótaskylt vegna saknæmrar háttsemi læknisins Tómasar Guðbjartssonar í svokölluðu plastbarkamáli. Tómas sagður hafa látið eigin frama ganga framar hagsmunum sjúklingsins og jafnvel gerst sekur hegningarlagabrot. Ekkja Erítreumannsins Andemariam Beyeni höfðaði málið ásamt 3 ófjárráða sonum þeirra og krafðist viðurkenningar og bótaskyldu ríkisins vegna aðkomu Tómasar að því að Paolo Macchiarini græddi plastbarka í Andemariam á Karolinska sjúkrahúsinu í Svíþjóð 2011 og hann lést 3 árum síðar. Macchiarini afplánar nú 2,5 árs fangelsisdóm vegna málsins. Í niðurstöðu Héraðsdóms Reykjavíkur í dag farið vægast sagt hörðum orðum Tómas og vinnubrögð hans, en dóminn skipuðu 2 dómarar og 1 læknir. Dómurinn telur að það að senda sjúkling sem ekki í bráðri lífshættu í tilrauna aðgerð sem aldrei hefur verið prófuð í manneskjum eða dýramódelum beri með sér gífurlega og fyrirsjáanlega áhættu og banvænum fylgikvillum og að þetta hafi Tómasi mátt vera ljóst. Ekki standist skoðun sem hann hefur haldið fram að hann hafi verið grandalaus og blekktur af Macchiarini. Hann hafi sýnt af sér stórfellt gáleysi í starfi, brotið lög og reglur sjúkraskrár, farið alvarlega gegn læknalögum og farið vísvitandi fram hjá yfirmönnum sínum. Það segir í niðurstöðukaflanum að Tómas hafi hvorki ráðfært sig við aðra lækna né yfirlækni sinn sem sagði að hann hefði beitt valdi sínu til að stöðva aðgerðina, hefði hann vitað af henni. Því má ætla að komið hefði verið í veg fyrir plastbarka aðgerðina á Andemariam ef Tómas hefði ekki vísvitandi einangrað sig í ákvarðanatökunni, en með þeim hætti varð samráðsleysið orsök þess að sjúklingurinn endaði á skurðarborðinu hjá Macchiarini, segir í dómnum. Tómas hafi trassað að færa sitthvað til bókar í sjúkraskrá. Afdrifaríkast hafi verið þegar hann breytti vísvitandi tilvísun Andemariams til Svíþjóðar til að láta líta út fyrir að öll önnur læknismeðferð væri full reynd til þess að friða sænska siðanefnd. Þetta hafi verið rangt og það hafi Tómas vitað. Andemariam hafi ekki verið í bráðri lífshættu, ekkert neyðarástand uppi og önnur viðurkennd líknandi meðferð raunhæfur kostur. Það var því engin klínísk þörf á því að kasta honum út í óprófaða lífshættulega tilraun sem aldrei hafði verið gerð áður, segir í dómnum. Ekki verði heldur annað séð en að þetta geti varðað við hegningarlaga ákvæði skjalafals. Sérstaklega tiltekið í dómnum að Tómas hafi sýnt af sér ámælisverða háttsemi þegar hann beitti sér fyrir að Andemariam kæmi fram á málþingi Háskóla Íslands 2012 til að tryggja jákvæða fjölmiðlaumfjöllun. Þetta var gert þrátt fyrir að Andemariam hefði skömmu áður verið mjög veikur, hóstað blóði og þurft bráðaingrip í Svíþjóð. Tómas notaði þannig dauðvona sjúkling sem var í viðkvæmri stöðu og algjörlega háður honum eftirmeðferð í auglýsingaskyni, segir í dómnum. Þessi viðvarandi háttsemi Tómasar sýnir að mati dómsins svo ekki verður vilst að framganga hans var ekki afleiðing af afsakanlegum misskilningi, heldur kerfisbundið mynstur þar sem sjúklingurinn og velferð hans voru nýtt sem tæki til að efla akademískan frama og eigin hagsmuni læknisins. Gestur Gunnarsson, annar lögmanna fjölskyldunar, segir að framhaldið sé í höndum ríkislögmanns, annarkvort áfrýjan dómnum eða gangi til viðræðna mögulega bótafjárhæð. Bandaríkjaforseti hefur vikum saman ýjað hernaðaraðgerðum gegn Kúbu að mati sérfræðings sem telur mögulegt að af þeim verði. Fyrrverandi forseti Kúbu var í gær ákærður í Bandaríkjunum fyrir 30 ára gamalt mál. Raúl Castro ákærður fyrir morð, samsæri og að eyðileggja flugvélar. We expect that he will show up here by his own will or by another way and go to prison.
Málið frá 1996, þá var hann yfirmaður hersins. 2 flugvélar voru skotnar niður milli Kúbu og Flórída og 4 drepnir. Vélarnar tilheyrðu kúbversk-bandaríska hópnum Bræður til bjargar sem var andsnúin stjórnvöldum. Stjórnvöld á Kúbu segja ákærurnar forkastanlegar. Þetta hafi verið sjálfsvörn vegna ítrekkaðra brota og lofthelgi. Se trata de un acto despreciable e infame de provocación política que descansa en la manipulación deshonesta del incidente que llevó al derribo. Stjórnvöldi í Kína og Rússlandi taka upp hanskan fyrir þau kúbuversku. Утверждаем нашу полную солидарность с Кубой, решительно осуждаем любые попытки грубого вмешательства во внутренние дела суверенного государства. 中方坚定支持古巴维护国家主权和民族尊严，反对外来干涉. Bandaríkjaforseti fagnar ákærunni, en hún hefur ýtt undir vangaveltur að hann hyggist steypa kommúnistastjórninni af stóli. Should we expect any escalation here, or should they expect anything? Yes. No, there won't be escalation. I don't think there needs to be. Look, the place is falling apart. It's a mess. Trump hefur beitt Kúbu töluverðum þrýstingi. Í lok janúar sett hann til að mynda bann á olíuflutninga til landsins. Það hefur leitt af sér endurtekið og langvarandi rafmagnsleysi. And I think it's a warning to the Cuban government, who we're having negotiations with, that they'd better give in to U.S. terms, or else we're coming for Raúl Castro, the historic leader of the Cuban Revolution. Leo Grande segir að Trump hafi vikum saman að því að beita hernaðaraðgerðum. Of course, our military assets are currently deployed in Iran, so it's not something that's likely to happen in the immediate future. Sjálfstæðismenn slitu í dag formlegu viðræðum við Framsóknarflokkinn í Hafnarfirði vegna trúnaðarbrests sólarhring eftir að þær hófust. Þar sem Framsókn hafi verið í viðræðum við Samfylkingu og Viðreisn án vitneskju Sjálfstæðisflokks. Oddviti Framsóknar segir það af og frá að einhverju hafi verið lofað í því samtali og segir koma á óvart að vera sakaður óheilindi. Samstarfsflokkarnir Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur voru stærstir í Hafnarfirði eftir sveitastjórnarkosningar, báðir með 3 bæjarfulltrúa. Flokkarnir vildu láta reyna á áframhaldandi samstarf og fundu því stíft strax á sunnudag og áfram á mánudag. Oddviti Framsóknar núverandi bæjarstjóri. Ég hafði nú lýst yfir áhuga á því að verða bæjarstjóri og ég tók það samtal við Valdimar og það endaði þannig á mánudagskvöldið eftir að ég hefði boðið upp á ýmiss konar kosti, meðal annars að fá faglegan bæjarstjóra. Að þá fjallustu á það að hann bæjarstjóri í 4 ár og það var handsalað. Valdimar oddviti Framsóknar segir að þrátt fyrir það hafi sá fundur verið mjög krefjandi og þungur. Upplifunin hafi verið að Sjálfstæðisflokkurinn vildi hann ekki áfram í bæjarstjórastólnum. Því hringdi hann í Orra morgunin eftir og sagði samtalið ekki ná lengra að sinni. Í framhaldinu hafi hann átt það sem hann kallar óformleg samtöl við bæjarfulltrúa Samfylkingar og Viðreisnar. Oddviti Samfylkingar sagði í hádegisfréttum að hún hafi upplifað þann fund sem svo að samkomulag formlegar viðræður væri svo gott sem í höfn og það að Framsókn hafi hafið formlegar viðræður við Sjálfstæðisflokk morgunin eftir sem svik. Upplifir þú að þetta hafi verið komið á þann stað að það var búið að lofa einhverju? Við skildum það þannig, já. Við skiljum við hann á þriðjudagskvöldi og það var bara handsalað samkomulag sem að maður myndi halda að væri svona drengskaparheit eða heiðursmanna samkomulag. Og býðum náttúrulega eftir síntalinu daginn eftir. Það er bara ekki rétt. Það kom fram og það eru fleiri til frásagnar en ég. Það voru fleiri fulltrúar Framsóknar og Viðreisnar og Samfylkingar á þeim fundi. Það var alveg skýrt að að ræða óformlegar viðræður og ég get auðvitað ekkert fullist hennar túlkun á þeim fundi. Við höfum unnið saman og vel allan hennar tíma og því kemur það mér mjög óvart að maður sé sakaður svona óheilindi og að vinna ekki af heilindum. Ekkert samkomulag hafi verið í höfn. Eftir fund með baklandinu og gott samtal við oddvita Sjálfstæðisflokksins hafi verið ákveðið að hefja formlegar viðræður í hádeginu í gær. Sólarhring síðar í hádeginu í dag sleit Sjálfstæðisflokkurinn þeim vegna fyrrnefnds trúnaðarbrests. Orri segir að það hafi verið viðbúið að Framsókn myndi tala við aðra en það hafi komið á óvart hve langt það hafi gengið. Við erum komin í það að við treystum Framsóknarflokknum ekki lengur út af þessum trúnaðarbresti og það er bara það sem við erum að etja. Þið slítið þessum viðræðum ekki svo að þið fáið bæjarstjórastólinn? Alls ekki.
Og fyrir þessari frétt á að tala við Karolínu Helgu Símonardóttur sem oddviti Viðreisnar í Hafnarfirði. Og við ætlum að halda áfram með umfjöllun meirihlutamyndanir því nýr meirihluti Sjálfstæðisflokks og Miðflokksins var kynntur í Reykjanesbænum síðdegis og þar Erla María Davíðsdóttir fréttamaður. Við erum stödd hérna fyrir utan Vatnsneshúsið í Reykjanesbæ þar sem að oddvitar Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins undirrituðu málefnasamningum meirihlutasamstarf hér í bænum. Nú ljóst að Vilhjálmur Árnason, oddviti Sjálfstæðisflokksins, þingmaður og ritari Sjálfstæðisflokksins verður bæjarstjóri og Gunnlaugur Kárason, oddviti Miðflokksins, verður formaður bæjarráðs. Við ræddum við Gunnlaug núna eftir undirritunina málefni umsækjenda alþjóðlega vernd en báðir flokkar höfðu haft það á sinni stefnuskrá fyrir sveitarstjórnarkosningar. Við ætlum að setja niður fótinn þar. Við erum sammála það að Reykjanesbær geti bara ekki tekið á móti fleirum og okkar hlutverki sé lokið þar að taka á móti nýjum hælisleitendum. Þannig að það bara sú vinna sem við förum í og fólk mun sannarlega sjá það og ég held að fólk hafi nú alveg séð það að málefnaskrárnar okkar fjölluðu báðar það. Þannig að þetta ætti ekkert að koma neinum á óvart. Og hjá mér hann Vilhjálmur Árnason, verðandi bæjarstjóri Reykjanesbæjar. Nú eru bæði Miðflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn með þá sinni stefnuskrá málefni umsækjenda alþjóðlega vernd. Hvað ætlið það að gera í þeim málaflokki? Við ætlum bara að setja skýr mörk í þessum málaflokki og taka hann föstu tökum og gera það alveg ljóst að hér verði ekki fleiri úrræði og þeir sem eru hér enn munu þurfa að fara hér eftir okkar leikreglum og hafa það allt saman skýrt. Þannig við erum sammála það og vorum það alla kosningabarátuna og erum áfram, þannig að þetta var ekki erfitt mál í okkar samningaviðræðum. Eitthvað komið ljóst hvernig þið ætlaði að útfæra þetta? Þú veist, ætlaði að gera þetta bara sjálf? Hver verður aðkoma ríkisins? Hvernig ætlaði að gera þetta? Já, við munum bara vera í góðu samtali við ríki og gera þeim það alveg ljóst að úrræðin verði ekki hér og hvað varandi svona búsetu eða þjónustu úrræði og annað slíkt og hvernig þau bera þá ábyrgð á þeim málaflokki sem þau bera ábyrgð á og við þurfum bara að vera í góðu samskiptum við ríki það. En hvað með brottfarastöð? Eru það á móti því? Brottfarastöð mikilvægt úrræði til að takast á hælisleitendamál á Íslandi, þannig að við fögnum því að vera sett lokað brottfararúrræði. Ef að stjórnvöld sýna að það sé skynsamlegast að hafa það hér og komið þau sérhæfðu störf hingað, þá setjum við því þau mörk að þetta sé lokað afgirt búsetuúrræði sem er ekki en íbúðabyggð. En hvað með svona þína þingsetu? Nú situr þú á Alþingi. Hefur þú talað við formann Sjálfstæðisflokksins Guðrúnu Hafsteinsdóttur það að hætta á þingi? Já, það hefur alveg legið fyrir að ég muni að hætta þegar ég hef tekið við starfi bæjarstjóra. En hvernig nákvæmlega það verður útfært, hvort það verður á morgunni eftir viku eða hvenær, það er bara eftir að koma í ljós og við hefum eftir að taka það samtal. Er eftirsjá af þingstörfunum? Já, það er mikil eftirsjá. Það er búið að vera gaman þessi 13 ár sem búin að vera á þinginu, mörg mikilvæg mál þar og búin að vinna þar með mjög miklu og góðu fólki sem ég munum vera áfram í góðu samskiptum við en auðvitað er það blendan tilfinningar en ég býð spenntur eftir að fá að komast og takast á þau tækifæri sem er hér í bæ tækifærina og hefja nýja sókn í Reykjanesbæ þannig að það mun hjálpa mér að losna við söknuðina þinginu. Takk fyrir þetta Vilhjálmur og við kveðjum þá héðan úr sólinni í Reykjanesbæ. Takk fyrir það, Erla María Davíðsdóttir. Og áfram á sveitarstjórnarmáli því Berglind Ósk Guðmundsdóttir verður bæjarstjóri á Akureyri. Þetta kom fram á blaðamannafundi nýs meirihluta í dag. Það eru 16 ár síðan bæjarstjóri á Akureyri kemur úr röðum kjörinna fulltrúa. Sjálfstæðisflokkurinn Framsókn og L-listinn verða í meirihluta á Akureyri næstu 4 árin. Nýr málefnasamningur meirihlutans var kynntur í dag. Oddviti sjálfstæðismanna sest í bæjarstjórastólinn en Ásthildur Sturludóttir hefur gegnt því embætti síðan 2018 sem utanaðkomandi ópólitískur bæjarstjóri. Akureyringar réðu í fyrsta sinn ópólitískan bæjarstjóra undir forystu L-listans árið 2010 en nú er komið að tímamótum. Ég held að L-listafólk hafi verið mjög hart á þessu fyrir nokkrum árum en það var aðeins farið að breytast og ég ætla ekki að segja að allir hafi verið að kalla eftir pólitískum bæjarstjóra en ég fann aukið ákall það og ég fann þetta ofta í samtölum við fólk að nú væri kannski komið tími til að prófa pólitískan bæjarstjóra. Okkur fannst bara að vera komið tækifæri til þess að beita okkur betur í gegnum þessa stöðu bæjarstjóra og ákváðum því að fara þessa leið og við erum að reyna að skýra þannig pólitíska forystu og pólitíska ábyrgð með því að taka svona stólinn inn í pólitíkina. Málefna ágreiningur var ekki mikill meðal flokkana og viðræður gengur hratt og örugglega fyrir sig en þær hófust á sunnudaginn.
Í meirihluta samkomulaginu helst lögð áhersla á atvinnumál og ábyrgð í rekstri ásamt því að stuðla á að fjölbreyttri uppbyggingu í bænum. Þá verður Óðinn Svan Óðinsson formaður bæjarráðs. Oddviti Framsóknar sest í skipulagsráð og Gunnar Már Gunnarsson sem skipar annað sæti hjá Framsókn gegnir embætti forseta bæjarstjórnar. Ég horfði bara á þannig á okkar styrkleika og áhugasvið. Gunnar mikill samvinnumaður og forseti bæjarstjórnar á að leiða saman minni og meirihluta. Ég bara mikinn áhuga á skipulagsmálum og húsnæðismálum, þannig að þetta var besta lausnin fyrir okkur. Og enn höfum við ekki sagt skilið við pólitíkina því að oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík viðraði hugmyndir sínar varðandi meirihlutamyndun við borgarstjórnarflokksinn nú síðdegis. Hún ætlar að funda einslega aftur með oddvitum Miðflokks, Viðreisnar og Framsóknar í kvöld. Formlegar viðræður gætu hafist á morgun. Nýkjörnir borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks komu saman til fundar með oddvita sínum í klúbbhúsi Snarfara hér við Elliðavog nú síðdegis. Möguleikar í meirihlutamyndun í Reykjavíkurborg voru þar ræddir fram og tilbaka. Get ekki sagt því að komin með óska meirihluta en ég mun viðra ákveðin sjónarmið við hópinn og bera undir þau svona bara ákveðin sjónarmið sem geta ráðið fyrr. Við erum bara að ræða málefnin og með hvaða hætti við erum líklegust til að koma okkar verkefnalista til framkvæmdar sem við lofum kjósendum. Og með hvaða hætti við sköpum vinnufrið í nýjum meirihluta og við erum auðvitað með mjög öfluga liðsheild í nýjum borgarstjórnarhópi Sjálfstæðisflokksins og það er ekki hver sem að passar inn í þá liðsheild, þannig að við þurfum líka að huga því hvernig við fáum hennan vinnufrið og hvernig við fáum öflugan hóp sem kemur hlutunum til framkvæmda. Heimildir fréttastofu herma að Framsókn verði með í nýjum meirihluta, hvort sem það verður með Viðreisn eða Miðflokki. 3 fyrrum borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks eru á lista Miðflokks. En væri þú til í að leggja persónulegan ágreining til hliðar ef þið náðu saman málefnalega með Miðflokki? Ég á ekki persónulegum ágreiningi við neinn. Hann einhliða. Fundurinn varði í 1,5 klukkustund og að honum loknum var tekin sjálfa. Komist þið nær einhverju niðurstöðu? Ekki beint, en það fekk svona ákveði nesti inn í samtöl næstu daga. Ég ætla bara að eiga að fundi með oddvitunum sem ég hef verið í samtali við einslega og sjá hvort það leiðir okkur. Við erum nokkuð ströng á verkefnalistanum okkar kosningaloforðum sem við lofuðum kjósendum að koma til framkvæmdar strax á næsta kjörtímabili og það munu þessar viðræður snúast. Gefið engan afslátt á ykkar málum? Nei. Og þá að öðru, nærri 5 milljónir Afgana eru á barmi hungursneyðar og 3 af hverjum 4 eiga í erfiðleikum með að verða sér út vinnu, mat og heilbrigðisþjónustu. Það 5 ár eru síðan Talibanar tóku völdin í landinu. Mörg hundruð karlar eru samankomnir á þessu torgi í dagreiningu. Allir að vonast eftir því sama, að fá einhverja launaða vinnu. En líkurnar á því eru afar litlar, atvinnuleysi er í hæstu hæðum og aldrei hafa fleiri Afganar verið á barmi hungursneyðar eða 4,7 milljónir. Og ástandið er einna verst í Gorhéraði. Þangað komst fréttateymi BBC þrátt fyrir að það sé ekki auðvelt fyrir fjölmiðlafólk að komast inn í landið. BBC ræddi við fjölda fólk sem lýsir því að börn þeirra fari svöng í háttinn marga daga í röð. Og sífellt fleiri dæmi eru að barnungar dætur séu seldar í hjónaband. بابا چی میتونه بابا که کار که بابا میتونه بابا از کجا کنه چیکاری بابا میشه حاضرم که بفرزن حاضر به همین کار شدم که فرزند خودم بفرشم. Konur geta ekki lagt mikið á mörkum, Talibanastjórnin hefur svo gott sem gert þær ósýnilegar í samfélaginu. Hlutfall kvenna sem hvorki í námi né á vinnumarkaði komið upp í 87%. Sameinuðu þjóðirnar segja að milljónir barna þurfi meðferð við vannæringu á þessu ári. Formlegar skráningar dauðsfalla finnast ekki á þessu svæði en vísbendingar eru að barnadauði hafi aukist mikið síðustu ár og þá aðallega vegna vannæringar. Husseini segir að það komi dagar þar sem fleiri en 1 barn látist. Þá eru dæmi að foreldrar neyðist til að útskrifa börn áður en þeim batnað, því þeir get ekki greitt sjúkrakostnaðinn. Í sumar verða 5 ár frá því Talibanar tóku völdin. Síðan þá hefur neyðaraðstoð verið skorin mikið niður.
Bandaríkin opnuðu í dag nýja og mun stærri ræðismannsskrifstofu á Grænlandi. Bandaríkin hafa frá 2020 haft skrifstofu að láni hjá danska hernum í snotru rauðu húsi, en svo nýja á 3 hæðum í miðborg Nuuk. Jens Fredrik Nielsen, formaður landstjórnar Grænlands, mætti ekki á opnunina, né heldur fulltrúar frá dönsku ríkisstjórninni. Mikil spenna hefur ríkt vegna tilburða ríkisstjórnar Donalds Trumps að taka yfir Grænland, en sendiherra Bandaríkjanna í Danmörku sagði fyrr í dag að Trump hafi slegið það út á borðinu að beita til þess valdi. Framtíð Grænlands verði ákveðin af Grænlendingum. Much expanded presence here and expanded services to both Greenlanders and Americans here in the ground. So here there's going to be a protest. No, I mean, I'm not sorry. I don't. Lige nu der har vi jo ikke brug for USA her i Grønland. Jeg føler at vi har det smukkeste by, og nu hvor at Grønland er blevet så populært, og vi har ikke brug for USA her. Heilmikil sprenging varð í malarnámi í dag þegar forsetahjónin voru á leiðinni í heimsókn í leik- og grunnskólann á Laugalandi í Holtum. Hjónin létu það ekki stoppa heimsókn sína, en þau heimsóttu líka hellana á Hellu og dvalarheimilið Lund. Rétt fyrir klukkan 10:30 í morgun þegar forsetahjónin voru að koma á forsetabílnu Landveginn í Rangárþingi ytra var sprenging í malarnámu rétt við veginn sem kallast Nónhamarinn og þeyttist grjót út allt og mikið ryk myndaðist. Það aldeilis tekið á móti manni með sprengingum hér í sveitinni. Frú Halla og Björn byrja á að heimsækja leikskólann sem á 30 ára afmæli í dag. Börnin sungu nokkur lög og spurðu forsetann margra spurninga sem svara var greiðlega. Yngstu krakkarnir gáfu líka Höllu blóm. En ætla þau að verða forseti einhver tíman? Já. Alveg ákveðin? Já. En ætla þú að vera forseti líka? Nei. Svo var farið út að gróðursetja hindberjaplöntur með elstu leikskólakrökkunum og gekk það vel. Það er náttúrulega svo fallegt veðrið og svo held ég að ég hef ekki fengið fallegra heimboð bara frá því að ég tók við embætti. En börnin hérna bjuggu síðasta haust til Höllu klúta, sendu mér eitthvað fallegasta bréf sem ég fengið, mynd af sér með klútana og buðu mér í 30 ára afmæli leikskólans. Er ekki frábært að hitta leikskólabörn? Það er ekkert sem að gefa manni meira. Og svo fenguðu sprengjuregn þegar þið komuð? Já, við vissum ekki hvort það væri flugeldasýning en það var hér verið að sprengja þegar við komum og þurfti að sparka grjóti af veginum til að komast hingað í hlaðið í morgun. Grunnskólinn á Laugaland var líka skoðaður en þar fór Björn meðal hans í skemmtilegan fótboltabortennis með krökkunum. Krakkarnir sungu líka fyrir forsetahjónin áður en boðið upp á lambasteik með öllu tilheyrandi. Og forsetahjónin komu líka hér í Hellana á Hellu, en það fyrsta sem þau gerðu þegar þau komu, það var að skrifa gestabókina sem er húsið hér bak við mig. 15.000 ferðamenn koma í Hellana á Hellu árlega. Eftir heimsóknina þanga fóru forsetahjónin í heimsókn á dvalarheimilið Lund á Hellu. Nemendur í 9. og 10. bekk í Seljaskóla hafa síðustu vikur unnið að tæplega 60 metra löngu vegglistaverki á vegg við skólann. Á 3. tug tóku þátt í verkefninu, markmiðið er að fegra nærumhverfi og byggir það á einkunnarorðum skólans, samvinna, ábyrgð, traust og tillitssemi. Veggurinn er litríkur og skiptist upp eftir þemum, frumskógar, neðansjávar, geim og píramídaþema. Krakkarnir lögðu lokahönd á verkið í dag í sól og blíðu á vorhátíð skólans. Þau segja að verkefnið hafi verið bæði krefjandi og gefandi. Bara skemmtilegt, rosalega skemmtilegt. Bara mjög gaman sko, mjög gaman að fleira fólk að koma heldur en ætlaði sko. Við erum búin að vera að vinna að þessu allan vetur, bara frá við fórum fyrst í valtíma og við erum búin að vera að harneta mesta tímanum. Síðan erum við búin að vera að setja þessu 3 dagana að koma sér upp á vekkinn. Þetta er búið að vera ógeðslega erfitt, líkamlega og andlega. Þetta er búið að taka langan tíma frá skólanum þar sem við erum í lokaprófum og eitthvað. En þetta var þess til því. Heldur þetta að fá að vera hérna lengi uppi? Já, síðasta verk var frá 2012, svo ég held að þetta verði alveg lengi uppi. Og þá skulum við sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins. Fleiri ferðamenn en áður segja að Íslandsheimsóknin hafi ekki verið peningana virði. Við ræðum dýrtíð og ferðaþjónustu í Kastljósinu í kvöld. Fyrrverandi forseti bæjarstjórnar í Suðurnesjabæ segir skilið við pólitíkina eftir að hafa setið í sveitarstjórn í kvartöld. En hvað tekur við hjá þér svona? Nú er bara 24 listin sem að konan er búin að safna upp. Nei. Svo hittum við Alex Óla, ungan og efnilegan söngvara. Ertu bara rétt að byrja? Já, þetta er bara byrjunin. Glaður gæfi ég
Og þá að veðrið, skil ganga norður yfir landið á morgun og fylgir þeim lítilsháttar rigning, en Norðurland og Vestfjarðakálkin munu þó sleppa að mestu við úrkomuna. Áfram verður þó sæmilega milt á landinu og einnig fram eftir næstu viku. Þótt sjálfsagt muni nú rigna áfram á köflum þar sem spákortin benda til þess að lægðir munu koma í röðum upp að landinu. En nánar horfurnar að loknum íþróttum. Spænski knattspyrnustjórinn Unai Emery vann einstakt afrek þegar hann stýrði Aston Villa til sigurs í Evrópudeildinni. Þetta fyrsti titill Villa í 30 ár og 5. Evrópudeildartitill Emery. FH varð fyrsta liðið í sumar til að taka stig af nýliðum IBVF í bestu deild kvenna í fótbolta. Og svo hittum við besta þríþrautarmann landsins sem vinnur öll mót sem hann keppir í á Íslandi, en stefnir nú á besta tíma Íslandings í heilum járnkarli. Íþróttir hér eftir fréttir. Og það var helst í þessum fréttatíma að stórfellt gáleysi og lögbrot Tómasar Guðbjartssonar skurðlæknis leiddi með beinum hætti til andláts Andem Mariams Beyene í plastbarkamálinu. Héraðsdómur dæmdi ríkið skaðabótaskylt gagnvart fjölskyldu mannsins í dag. Svikabrigsl og ásakanir trúnaðarbrest fljúga í Hafnarfirði eftir að Sjálfstæðisflokkurinn sleit meirihlutaviðræður við Framsóknarflokkinn sólarhring eftir að þær hófust. Enginn vill nú vinna með Framsókn. Vilhjálmur Árnason var í dag kynntur sem nýr bæjarstjóri í Reykjanesbæ og í fyrsta sinn í 16 ár mun bæjarstjórinn á Akureyri koma úr röðum kjörinna fulltrúa. Berglind Ósk Guðmundsdóttir sest í stólinn. Mögulegt að Bandaríkjaforseti grípi til hernaðaraðgerða gegn Kúbu að mati sérfræðings enda hafi hann ýjað að því vikum saman. Bandaríkin ákærði fyrrverandi forseta Kúbu í gær í máli sem 30 ára gamalt. Þessum fréttatíma að ljúka og þá komið íþróttum, veðri og kastljósi. Næsti fréttatími í útvarpi klukkan 10 í kvöld. Nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv.is allan sólarhringinn. En við á fréttastofunni, við þökkum ykkur samfélgina þessum af þessum degi. Verið sæl.